Verknaðurinn vakti mikinn óhug, enda var hann óvenju hrottalegur. Brotamennirnir voru á höttunum eftir peningum til að fjármagna fíkniefnaneyslu sína. Glæpurinn til marks að fíkniefnaneytendur svífast einskis til að tryggja sér næsta skammt og skiptir engu þótt ofsinn beinist að saklausu fólki. Að þessu sinni var fórnarlambið 47 ára fjölskyldufaðir. Aðfaranótt miðvikudagsins 25. apríl 1990 sátu þeir Snorri Snorrason og Guðmundur Helgi Svavarsson að drykkju í húsi við Smiðjustíg, þar sem þeir bjuggu báðir með unnustum sínum. Snorri var 34 ára en Guðmundur Helgi 28 ára. Báðir voru forfallnir fíkniefnaneytendur, sérstaklega Guðmundur sem sprautaði sig nánast daglega með fíkniefnum. Snorri hafði lengst af látið áfengið nægja en var nú farinn að neyta alls konar annarra efna. Þeir fjármögnuðu fíknina meðal annars með þjófnuðum. Nokkru fyrir þennan örlagaríka morgun höfðu þeir til dæmis brotist inn á Smursstöð SO og þýfi úr innbrotinu var á heimili þeirra. Guðmundur átti yfir höfði sér dóm fyrir að hafa keypt 1000 skammta af LSD í Rotterdam, en lögregla hafði fundið tæplega 700 skammta af efninu á heimili hans árið áður. Guðmundur var hávaxinn og sterkur og yfir meðalagi greindur. Hann var farinn að sýna ýmsar persónuleika breytingar vegna fíkniefnaneyslu og langvarandi drykkju. Guðmundur hafði nokkrum sinnum farið í meðferð vegna vímuefnanotkunar sinnar, en ætíð sótt í sama farið. Snorri var 6 árum eldri en Guðmundur, en virtist líta upp til hans, enda áhrifagjarn. Hann var meðalmaður á hæð. Snorri taldist tæplega meðalgreindur og hugsun hans óþroskuð. Snorri og Guðmundur höfðu hríð rættu möguleikann á að ræna bensínstöð. Þarna nóttina ákváðu þeir að fara að bensínstöðinni við Stóragerði, brjóta upp bensínsjálfsala og taka peningana úr honum. Síðan ætluðu þeir að sitja fyrir kassamanninum á stöðinni, rota hann, taka lykla að peningaskápstöðvarinnar og tæma hann. Bíl kassamannsins ætluðu þeir svo að nota til flóttans. Guðmundur og Snorri vissu að Þorsteinn Guðnason yrði á vakt þennan morgun, því Snorri hafði unnið á stöðinni og þekkti hann. Snorri vissi líka að Þorsteinn mætti alltaf það snemma að hann væri einn nokkra stund áður en aðrir starfsmenn á stöðinni kæmu til vinnu. Guðmundur sagði að það yrði að þagga niður í manninum, því hann þekkti Snorra og myndi sig að lögregluna á þá þegar hann raknaði á rótinu. Hann hrærði einhverja blöndu í glasi, tók til sprautu og nál og sagði að maðurinn myndi steindrepast þegar hann fengi þennan skammt. Snorri gaf lítið út á þetta og faldi sullið. Hann vissi að Þorsteinn gæti vísað á sig, en honum var sama það. Mikilvægast var að hann nálgast peningana. Hann ætlaði svo að fela sig í nokkra daga í bænum eftir ránið og Guðmundur ætlaði norður í land. Guðmundur gaf Snorra pillur sem hann sagði að myndu gera hann rólegri og sama allt. Sjálfur útbjó hann sprautu með adrenalíni og hafði með sér. Hann hafði verið í mikilli neyslu í margar vikur, svo mikilli að þegar hann ætlaði að sprauta sig nóttina fann hann enga æð í líkama sínum sem var nothæf til að dæla í hana meiri lyfjum. Þeir settu báðir upp hanska eins og þeir voru vanir að gera fyrir innbrot
til að tryggja að lögreglan fyndi ekki fingraför þeirra á staðnum. Snorri stakk á sig melspíru, verkfæri sem notað til að splæsa saman víra. Melspíruna var hann vanur að taka með sér í innbrotaleiðangra og nú stakk hann henni í buxnastrenginn aftanverðan. Þetta var ógnvænlegt vopn. 50 cm að lengd og 1 kíló að þyngd. Snorri og Guðmundur gengu frá Smiðjustíg upp að Hlemmi. Þar tóku þeir vagn númer 11 og fóru úr honum við Álmgerði, en þeir vissu að ef þeir tækju leigubíl yrði auðvelt að hafa uppi á þeim. Frá Álmgerði gengu þeir í vestur eftir hitaveitustoknum að Stóragerði. Áður en þangað kom fengu þeir sér báðir adrenalín, en efninu höfðu þeir stólið í innbroti í Iðunarapótek. Fólk missir að einhver leyti tengsl við raunveruleikann. Það fer að lifa í einhverjum allt öðrum heimi og stundum sér maður fólk vera að réttlæta hluti sem það myndi aldrei réttlæta þegar það í góðu formi án fíkniefna. Nokkrum mínútum eftir að þeir komu að bensínstöðinni ók Þorsteinn þar af og lagði við norð-austurhorn stöðvarinnar. Hann þekkti strax Snorra, gamla vinnufélaga sinn, og heilsaði honum hlýlega. Snorri sagði honum að þeir félagarnir væru að koma af sjónum, en bíll hans hefði bilað skammt frá og hann þyrfti að komast í síma. Þorsteinn bauð honum og Guðmundi að koma inn á stöðina og þiggja kaffisopa í leiðinu. Snorri og Guðmundur fylgdust með Þorsteini opna dyr bensínstöðvarinnar og aftengja þjófavarnakerfið. Þeir gengu allir inn og Þorsteinn fór að laga kaffi í skoti inn af afgreiðslunni. Á meðan töluðu þeir Snorri saman daginn og eigin. Á leiðinni á bensínstöðina höfðu Snorri og Guðmundur ákveðið að Snorri myndi sjá að rota Þorstein með melspírunni. Þegar ekkert benti til að Snorri ætlaði að standa við stóru orðin, hvíslaði Guðmundur að honum að hann skyldi láta sig hafa melspíruna. Þessu næst skipaði Guðmundur Þorsteini að láta sig fá lyklana að peningaskápnum. Snorri greip plastpoka merktan Esso og hófst handa við að tróða ránsfengnum í hann. Guðmundur kallaði til Snorra og sagði honum að flýta sér og Snorri kvaðst hafa heyrt. Hann skipa Þorsteini að leggjast niður.
Þegar Guðmundur var á leiðinni upp stigann, spurði Snorri hann hvort hann væri með lyklana að bíl Þorsteins. Þegar Snorri neitaði því, sneri Guðmundur við til að ná í lyklana. Guðmundur sagði eitthvað á þá leið að ekki hefði verið annað að ræða leið og hann rétti Snorra blóðuga melspíruna. Snorri skildi hann svo að ekki hefði verið annað að ræða en drepa Þorstein. Snorri setti melspíruna á milli sætanna. Guðmundur satt undir stýri og ók niður á smiðjustíg. Á leiðinni tók Snorri upp hníf og risti gat á peningatöskuna. Hann skildi allar ávísanir eftir í henni, enda gátu þeir ekki komið þeim í verð. Mikinn skjálfta setti að unnustu Guðmundar heima á smiðjustíg á meðan þeir voru í ránsferðinni. Hún sagðist hafa fundið á sér að eitthvað hræðilegt hefði gerst. Það kom í hlut Snorra að losa þá við bílinn, því Guðmundur var útataður í blóði og heilaslettum í andliti, á hönskum og jakkaermum og gat ekki látið sjá sig á almannafæri. Hann fór inn í íbúðina við smiðjustíg og tók peningana með sér. Þegar inn kom var Guðmundur skjálfandi og kastaði upp margsinnis. Hann fór úr blóðugum fötunum og í bað. Að beiðni hans setti unnusta hans fötin, úlpu, gallabuxur, peysu, jakka og skó í 2 plastpoka og henti þeim í ruslagám við Sölvhólsgötu. Hún tæmdi vasana áður og fann þar meðal annars seðlapunkt. Guðmundur sagði henni að hann hefði lamið mann í höfuðið með verkfæri sem Snorri ætti og það hefði verið ógeðslegt. Hann sagði að Snorri hefði farið aftur inn á bensínstöðina og gengið frá manninum. Snorri ók niður á Vesturgötu og lagði bílnum þar. Hann gekk niður að höfn og kastaði melspírunni og bíllyklunum í sjóinn af bryggjunni við hafnarbúðir. Hann náði svo í strætisvagn í Hafnarstræti og fór úr honum við Þjóðleikhúsið. Þegar Snorri kom heim ráðlaði Guðmundur honum að fara úr buxunum og úlpunni og henda þeim. Snorri fór að ráðum hans og hendi fötunum í ruslafötu við Vatnsstíg, en þar var þá verið að heyra sorp. Snorri sagði unnustu sinni fljótlega frá því sem gerst hafði á bensínstöðinni við Stóragerði. Hún spurði hann hvernig hann hefði getað gert þetta. Því Þorsteinn hafði verið þeim báðum góður og þau þekkti hann vel. Snorri svaraði að hann vissi það ekki. Guðmundur heyrði þau tala saman, brást illa við og sagðist ætla að drepa þau bæði ef þau segðu frá. Guðmundur og Snorri skiptu með sér peningunum. Seðlunum skiptu þeir jafnt, en Guðmundur fékk að auki alla smámyntina sem var í hólkum og litlum plastbókum. Þann hluta ránsfengsins setti unnusta Guðmundar í óhreina þvottskörfu í þvottahúsi, en seðlana setti hún inn í skáp. Ránsfengurinn var hátt á 300.000 krónur. Síðdegis þennan sama dag fóru þau 4, Guðmundur, Snorri og unnustur þeirra, í vinnufatabúðina og keyptu þar úlpu, 2 boli og 1 belti. Þaðan héldu þau í Kringluna, þar sem Guðmundur gaf vinkonu sinni strigaskó og buxur. Öll 4 snæddu svo á veitingastæði í Kringlunni og enn var greitt með hluta af ránsfénu. Snorri gaf vinkonu sinni 10.000 krónur, keypti hann henni föt og borgaði fyrir hana klippingu. Hún þáði líka hálsmenn sem hann keypti handa henni.
Með því að þykja gjafir sem keyptar voru fyrir peningana, þrátt fyrir að vita að þeir voru illa fengnir, gerðust unusturnar brotlegar við lög. Mest af ránsfínu fór í áfengi og fíkniefni, auk matarinnkaupa og leigubíla fyrir hópinn. Starfsmenn SO-stöðvarinnar í Stóragerði komu að félaga sínum látnum við kjallarastiga í bensínstöðinni þegar þeir mættu til vinnu klukkan 7:30 í morgun. Verksummerki benda til þess að til átaka hafi komið en morðinginn var á bak og burt þegar að var komið. Ekki ljóst hvort einn eða fleiri ódæðismenn hafa verið að verki en tilgangurinn virðist hafa verið að komast yfir peninga. Þeir höfðu á brott með sér verulega upphæð sem skiptir tugum eða hundruðum þúsunda. Lögreglan var kölluð að bensínstöðinu við Stóragerði klukkan 7:39 að morgni 20. og 5. apríl vegna grunns innbrot. 2 starfsmenn stöðvarinnar voru nýkomnir til vinnu en höfðu komið að læstum dyrum. Þótti þeim það undarlegt því félagi þeirra, Þorsteinn Guðnason, var alltaf kominn til starfa á undan þeim, búinn að opna vesturdyrnar, taka slagbrand frá dyrum á suðurhlið, opna glugga og hella upp á kaffi. Annar þeirra hafði séð bíl Þorsteins ekið á brott frá stöðinni. Í þann mund hann kom gangandi þar að. Hinn starfsmaðurinn, Reynir Jakobsson, kom að stöðinni rétt á eftir félaga sínum. Ég kem hérna 20 mínútur yfir 7 að stöðinni á mínu bíl og ég sé að Sigurbjörn stendur fyrir utan á stéttinni og ég segi við hann hvernig það sætti að hann fari ekki inn. Og þá segir hann við mig að það sé blóð þarna fyrir innan og það hafi ábyggilega eitthvað skeð. Síðan fer ég þarna á bakvið og þá finn ég það að sú hurð gefur eftir og slagbrandinu er ekki fyrir. Svo ég fer á stað og keyri og þá hef ég upp á leigubíl sem ég bið að hringja fyrir mig á lögregluna. Starfsmennirnir 2 sáu að blóð var á gólfi bensínstöðvarinnar og stóð peningakassin opinn. Lögreglan braut upp dyrnar á suðurhlið hússins og sá að töluvert blóð var á gólfinu og varningur hafði dottið úr hillum. Í kjallara bensínstöðvarinnar fann lögreglan Þorsteinn Guðnason látinn. Allt fé var horfið úr peningaskáp stöðvarinnar, alls 543.000 krónur í peningum og tékkum. Morðingjarnir höfðu greinilega flýtt sér á brott því fyrir utan bensínstöðina lá skiptimynt sem þeir höfðu misst á flóttanum. Það voru engin sérstök ummerki sem gáfu til kynna hverju hefðu þarna verið að verki eða hversu margir. Þetta var nokkur stór og mikill vettvangur og það var ljóst að rannsóknarvinnan myndi taka töluverðan tíma. Rannsóknarlögregla ríkisins hóf þegar mikla leit að þeim seku, en hafði fáar vísbendingar að styðjast við. Talið var að 2 menn hefðu verið að verki þar sem vitni sem ók framhjá morguninn sagðist hafa séð 2 menn við bíl Þorsteins á bensínstöðvarplaninu. Morðvopnið var ráðgáta, en lögreglan taldi líklegt að það væri stórt skrújárn. Bíl Þorsteins, hvít Mazda 323, fannst yfirgefin á bílastæði við Vesturgötu 3 klukkan 9:10. 2 blóðblettir voru á vinstri framhurð hennar og daufir blóðblettir á mottu við ökumannsæti. Í hanskahólfinu var uppgjörst taskan sem stólið hafði verið úr peningaskáp bensínstöðvarinnar. Í töskunni voru ávísanir en morðingjarnir höfðu haft allt reiðufé á brott með sér. Sérsveit lögreglunar var kölluð út og komu liðsmenn hennar á vettvang með leitarhunda í þeirri von að hægt væri að rekja slóð morðingjarna frá bílnum. Sú leit bar ekki árangur, enda hafði Snorri tekið strætisvagn tilbaka upp á Smiðjustíg. Talað var við alla þá sem lagt höfðu bílum sínum á bílastæðinu við Vesturgötu þennan morgun og rætt við íbúa í næsta nágrenni bensínstöðvarinnar. Næstu dag eftir morðið handtók lögreglan ýmsa menn en varð að sleppa þeim aftur þegar ljóst varð að þeir höfðu ekki átt neinn hlut að ódæðisverkinu á bensínstöðinni. Morðingjarnir gengu lausir þrátt fyrir að undirheimum borgarinnar hafi verið snúið á hvolf
við leitina. Við vorum aldrei út af fyrir sín einu vafi það að við myndum ná að leysa þetta mál. Rannsókn lögreglunnar beindist meðal annars að því að kanna hverjir hefðu þekkt til á bensínstöðinni. Olíufélagið léti rannsóknar lögreglunni í té lista yfir alla þá sem starfað hafðu þar síðustu 2 ár fyrir morðið. 2 menn á listanum vöktu sérstaka athygli lögreglu. Annar hafði nokkrum sinnum komið við sögu lögreglu vegna minniháttarmála. Hann reyndist hvergi hafa komið nærri bensínstöðinu við Stóragerði á morðdaginn. Hinn maðurinn var Snorri Snorrason. Svona allsnemma í rannsókninni, þó ekki alveg fyrstu dagana, að þá bárust okkur ábendingar um Guðmund og Snorra, að þeir hefðu ámálgað þetta svona, eða orðað þetta, að þeir ætluðu að fara í eitthvað það sem þeir kölluðu Stóra böstið, og okkur fannst nú ástæða til þess að skoða þá betur. Þrotlausu vinna lögreglunnar, sem kannaði allar vísbendingar sem bárust, bar loks árangur viku eftir morðið. Við vorum nú orðið nokkuð vissir þegar að ákveðið var að handtaka þá, og Snorri hafði nú verið út á sjó, og þegar að báturinn kom að landi þarna í Grindavík, þá var það nú hópur lögreglumanna sem beið eftir honum. 2. maí voru þeir Snorri Snorrason og Guðmundur Helgi Svavarsson úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna grunns aðild þeirra að málinu. Snorri viðurkenndi fljótlega að hafa verið á bensínstöðinu við Stóragerði morguninn sem Þorsteinn var myrtur, en Guðmundur þrætti lengi fyrir sinn hlut í málinu. Þegar hann loks játaði að hafa verið viðstaddur, sakaði hann Snorra að hafa orðið Þorsteini að bana. Snorri sagði það rangt. Guðmundur hefði veitt Þorsteini áverkana sem drógu hann til dauða. Svo kom þar nú að kærasta Snorra, hún greindi mjög skilmerkilega frá öllu því sem hún vissi, þannig að við þóttust nú nokkuð vissir að þetta væri allt saman rétt sem hún hefði sagt, og þar með fannst okkur að við værum konur svona að loka þætti þessa máls, það er að segja að yfirráða þangað til að þeir gengist við þessum verknaði, og það gekk síðan eftir. Tók vísu nokkra daga með Guðmund og einhvern 1 eða 2 daga með Snorra. Brotakennd saga tvímenninganna raðaðist í nokkuð samfellda frásögn af atburðarásinni 25. apríl 1990, en saga Snorra þótti mun trúverðugri en útgáfa Guðmundar af atburðum og var að mestu byggt á lýsingum hans í dómnum. Þar sem hvor bar annan sökum upplýstist aldrei fyrir víst hvor þeirra veitti Þorsteini banahaukið. Atlagan var ótrúlega grimmdarleg og ljóst að Þorsteinn hafði fyrst verið sleginn í afgreiðslu bensínstöðvarinnar, en síðan myrtur niður í kjallara. Hinn látni var með 9 stungusár yfir hjartasvæðinu og lentu 2 stungur í meginslagæð til lungna. Á baki voru 4 stungusár og 4 rif voru brotin, eins og eftir mikið högg. Stungurnar á bringunni voru eftir melspíruna, en stungurnar á bakinu voru að öllum líkindum eftir minna og mjóra verkfæri en melspíruna, til dæmis skrúfjárn. Það vopn hefur aldrei fundist og hvorki Snorri né Guðmundur hafa gefið neinar skýringar á þessu misræmi. Loks voru svo höfuðáverkar mjög miklir og alvarlegir, en læknisfræðileg niðurstaða var þó sú að stunga í gegnum meginslagæð til lungna hefði verið dauðaorsökin. En við erum þarna heldur seinir til, báðir, eða komum þarna seint, kannski 10-15 mínútur, 10 mínútur döga til, Sakadómarar voru ekki í vafa að Snorri Snorrason og Guðmundur Helgi Svavarsson bæru jafna ábyrgð á dauða Þorsteins Guðnasonar, hvor þeirra sem hefði haldið melspíruna þegar Þorsteini var veitt banastungan. Í dómnum sagði: þegar það er virt að Þorsteinn þekkti ákærða Snorra vel, að ákærði Guðmundur hafði að sögn Snorra talað að drepa Þorstein,
að ákærðu höfðu báðir sett upp hanska til þess að sögn Snorra að ekki yrðu eftir fingraför og loks að ákærðu höfðu meðferðis lífshættulegt verkfæri til þess að beita gegn Þorsteini verður að telja sannað að fyrir þeim hafi beinlínis vakað þegar þeir lögðu á stað morguninn að ráða Þorsteini bana. Niðurstaða geðheilbrigðisrannsóknar á Guðmundi og Snorra var á þá leið að hvorugur væri haldinn formlegri geðveiki eins og það orðað nýja greindarskorti. Líklegt væri að dómgreind þeirra hefði verið sljófguð vegna mikilla vímuáhrifa en raunveruleika mat þeirra og dómgreind hefði þó verið með þeim hætti að þeir teldust sakhæfir. Snorri var dæmdur í 18 ára fangelsi í sakadómi Reykjavíkur og Guðmundur Helgi Svavarsson í 20 ára fangelsi en refsing hans var þyngri af því að dæmdu var í LSD-máli hans leið og morðmálinu. Unnusta Guðmundar var dæmd í 6 mánaða fangelsi og unnusta Snorra í 4 mánaða fangelsi skilorðsbundið fyrir að hafa tekið þátt í að eyða ránsfengnum. Hæstiréttur Íslands mildaði dómana yfir tvímenningunum og sagði að ekki væri sannað að Snorri og Guðmundur hefðu ætlað sér að myrða Þorstein þegar þeir lögðu af stað í ránsferðina. Hæstiréttur var hins vegar alveg sammála sakadómi að báðir bæru þeir fulla ábyrgð á árásinni. Guðmundi Helga Svavarsinni var gert að sæta 17 ára fangelsi. Og Snorri Snorrason fékk 16 ára fangelsisdóm. Þeir hafa nú báðir verið látnir lausir.